og þá skulum við skoða lausnina á tímadæmum 2 og fyrsti liður undir fyrsta dæmi að sýna aðeins hvernig maður notar þennan reithátt sem þetta búið að sjást í lausnunum á tímadæmum 1, þannig að við getum farið hratt yfir sögu. Við erum með mállýsinguna S, A, B, A, B og A, lambda og þá leið út strenginn A, B, B, B og við byrjum með lokatáknið og nú höfum við bara eitt val, það er að setja hérna A stóra litla B í staðinn fyrir það. Nú getum við valið, en ef við förum yfir í tómarstrenginn strax sem er stóra þá komumst við aldrei allar að hinga, þannig að við verðum að fara í gegnum miðregluna og setja A, A, B í staðinn fyrir stóra og þetta gerum við einu sinni enn og þá sjáum við að við erum komið með strengi næstu því við þurfum bara að losa okkur við stóra A með neðstu reglunni. Já, við lítum þá dæmi tímadæmi 2.2 en það á að búa til endanlega stöðuvél sem að samþykki strengi með nákvæmlega einu A. Stafrófið A og B og endanleg stöðuvél, löggeng endanleg stöðuvél á hún að vera og það heitir Deterministic Finite Automaton á ensku eða DFA sem það er skjálst það. Nú við byrjum sem sagt á að tekla hérna upphafsstöðu og hún er sýnd svona með ör sem kemur inn í stöðuna og svo ef við lesum A þá eigum við að vera komin í lokastöðu sem er sýnd með tveimur hringjum hvorum við erum og ef við lesum fleiri A þá hins vegar viljum við ekki samþykkja þann streng og það getum við gert með því að fara hér yfir einhverja stöðu sem er ekki lokastaða og reynda svo langt saman hvað við lesum eftir þetta það er ekki löglegur strengur þannig að þessi staða hérna við látum hann að vera gildru sem er þannig að hún er ekki lokastaða og það er sama hvað er lesið að það áfram að vera í sömu stöðu hvort sem það er lesið A eða B. Ef við hins vegar lesum B hérna í þessari stöðu við megum lesa eitt A og svo megum lesa mörg B og það getum við sýnt með svona pílu þannig bara áfram við í sömu stöðu ef við lesum B og svo getum við líka lesið eitthvað B í upphæra áður við lesum þetta eina A sem áður að leifilegt og það getum við þá sýnt svona. Nú við vindum okkur beint í dæmi í B-liðinn þar á að búa til stöðuvél sem að samþykkir strengi með að minnstakosti einu A og þetta verður þá hugsa okkar aðeins sem við lesum A og þá erum við komin í lokastöðu og eftir það þá bara áfram við í lokastöðu hvað sem gerist. Þannig að við getum byrjað að lesa eitthvað B og það er ekki orðlega strengur en eða við lesum fyrsta A erum við komin í lokastöðuna og við höldum áfram við þar saman hvað er lesið í viðbót. Og svo tökum við að lokum. C-liðinn, það er strenginn með í mestalegi 3A og það verður þá stöðuvél sem að lesa A og aftur A og aftur A og alltaf verður hún í lokastöðu en þegar hún er búin að lesa A. Fjórða A þá viljum við hætta, þannig að við byrjum hérna að lesa hérna 3 stykki og þetta er allt saman lokastöður. Það er í lagi að byrja með tómarstreng, hann er með mest 3 A-um og fjórða A sendur okkur yfir í gildru svona og svo getum við lesið B inn á milli A-na og það er auðvitað að gera það með því að setja bara lykkjur á alltaf þessar stöður. Þannig að ef við til dæmis reykjum okkur núna áfram með strenginn A, B, A,
þá myndi við lesa hérna fyrst A og fara hingað, næsta A fyrir hingað, svo lesum við B og erum aftur á sama stað, svo lesum við eitt AN og erum farin hingað og þegar við lesum síðasta B erum við áfram í sömu stöðum. Jæja, þá lítum við á tímadæmi 2-3 og þar á að sýna málið L sem samanstendur af öllum A í F, þröngjum A í F, það sem N stærri en 4 sé reglulegt. Og hvað þýðir að mál sé reglulegt? Jú, það stendur til dæmis á skyggnu 2-5. Mál nefnist reglulegt ef hægt að búa til löggenga endanlega vél sem þekkir það. Og við smíðum þá bara stöðvél sem þekkir þetta mál, hún verður svipað eins og áður, við þurfum að lesa að minnsta kosti 4A og það engin B við, það undanskilið vegna þess að það ekkert minnst á neinn B þarna, en þetta verður einfaldlega. Svona að þegar við erum búin að lesa 4A í röð, 4, og breytt, þá erum við komin í lokastöðu og svo getum við lesið fleiri A, þannig að við setjum lykkju hérna á síðustu stöðuna, saman hvað við lesum marga A í viðbót. Svo til þess að þetta sé orðið sönnun, þá þurfum við að enda með að skrifa þessi vél þekkir L, svo það reglulegt. Ef við myndum sleppa þessu þá erum við ekki fullkomin lausn á dæminu því að þá erum við einhvern veginn ekki að skýra að við vitum hvað felst í málið sé reglulegt.